I had a lot of fun with my friends. Hej så. Hur är det? Hallå? Like that. Ja. Okej, bye. Í dag ætlum við að fræða ykkur kenningarnar. Til dæmis eins og hvernig jörðin var til, sólkerfið og jörðtímabilin. En hér er spurning, hvernig var jörðin til? Kolbeinn svara henni. Hæ, ég heiti Kolbeinn og í dag ætla ég að fræða ykkur hvernig jörðin var til. Allt byrjaði með Miklahvelli sem myndaði efni sem eru seinna á stjörnum sem mynduðu vetrarbrautir. Já, en sólin er svo eina sem skiptir máli. Talið er að sólin hafi myndast af gamalli stjörnu sem var dá og hafi þjappað saman og myndað sólina. En jörðin var svo til þegar fullt af smástjörnum spillu saman. En nú ætla Darth Hideous að segja okkur frá plánetunum. Sólkerfið okkar er samt ekki eina stjörnukerfið. Okkar sólkerfi hefur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 plánetur. Þær eru Merkúríus, Venus, jörðin, Mars, Júpíter, Satúrnus, Úranus og síðast en ekki síst Neptúnus. Það var Plútó sem var 9. plánetan, en hún er ekki lengur pláneta. Merkúríus er næst sólinni og er minnsta reikistjarnan í sólkerfinu okkar. Umferðartími Merkúríuss eru 88 dagar en okkar eru 356 eða 366 á hlaupaárum. Merkúríuss er bergreikistjarna og hefur fast yfirborð sem minnir á tungl. Venus er önnur reikistjarna í röðinni og er næsti nágrenni jarðar. Og vissir þú að Venus er heitasta plánetan í sólkerfinu og meðalhiti hennar er 480 gráður Celsius. Jörðin er þriðja reikistjarnan sem við þekkjum mjög vel vegna þess að við búum hér og ef þú vissir það ekki, já, þú varst í skóla. Meðalhiti á jörðinni er 15 gráður Celsius sem þýðir að Venus hefur 32 sinnum heitara yfirborð en við í meðalhita. Mars er 4. reikistjarna frá jörðu og meðalhiti á Mars er -63 gráður Celsius. Jörðin hefur bara 1 tungl meðan Mars hefur 2. Það er sagt að það var einu sinni líf þar. 5. er Júpíter og annað en Merkúríus er hún stærsta plánetan í sólkerfinu okkar. Júpíter er gasreikistjarna sem þýðir að hún hefur ekki fast yfirborð. Júpíter er þekkt fyrir að vera óverðsöm reikistjarna. Júpíter hefur rauðan blett sem er sagt að vera versta óveðrið. 1 Júpíterár er það bil 11,8 jarðarár. Júpíter hefur alla vana svona cirka 80-95 tungl. Núna ætlum við að tala um Satúrnus. Satúrnus er 7. og næststærsta plánetan í sólkerfinu okkar. Og Satúrnus er með það bil 124 tungl. 124! Við erum bara með 1! 1 ár á Satúrnus eru 29 jarðár sem þýðir að ef þú fæddist í Satúrnus og værir 58 ára þá verður bara 2 ára á Satúrnus. Og vissir þú að Satúrnus er gasreikistjarna? Það bara vissi ég. 7. reikistjarnan í sólkerfinu og hún er líka gasrisi nema bara mjög köld og er oft kölluð gaseous ice giant. Efst í lofthjúpnum er meðalhitinn -218 gráður Celsius en í Fahrenheit er það -360,4 gráður. 1 ár á Úranus eru 84 jarðár. Þegar Úranus er styst frá jörðinni er lengdin svona 1,8
1,6 biljón kílómetrar en þegar Úranus lengst frá jörðinni það svona 3,2 biljón kílómetrar. Neptúnus síðust og ekki endilega síst og eins og síðustu pláneturnar líka gasreikistjarna og eins og Úranus hún köld, mjög köld. Þekktu tunglin Neptúnusar 14 samtals og fjarlægðin frá þeim getur verið 4,7 biljón kílómetrar. Pláneta X reikistjarna sem gæti verið til eða gæti ekki verið til. Talið að hún sé til vegna þess að það eitthvað sem að trufla braut annar plánetana í sólkerfinu. Við erum ekki vissir þetta en við fundum grein á BBC UK sem segir að pláneta X alls engin pláneta heldur lítið svarthol. Ég sjálfur veit ekki hvort þetta sé bugl, pláneta eða svarthol. Núna ætlum við að tala jarðsögutímabilin og þau eru 1, 2, 3, 4 og þau heita Forkambrium, fornlífsöldin, miðlífsöldin og nýlífsöldin. Fyrsta jarðsögutímabilið var Forkambrium eða Precambrian á ensku. Talið að fyrstu lífverurnar voru bakteríur en talið að líka hafi verið aðrar verur eins og ormar og marglyttur. Talið að Forkambrium byrjuðu heimsálfan að myndast og súrefni var að myndast. Forkambrium endist í 4 biljón ár áður en hún endaði á útrýmingu. Næsta jarðsögutímabilið var fornlífsöldin. Fornlífsöldin var fyrsta öldin á tíma nýlegs lífs og var líka lengsta á því tímabili. Á fornlífsöld komu fram flestir nútímaflokkar af dýrum. Til dæmis froskdýr, skriðdýr, liðdýr og fiskar og undir lok fornlífsaldar komu barntré sem flestir nota núna sem jólatré. Þegar fornlífsöld var að ljúka kom stærsti aldurinn hingað til jarðsögunnar og 99% alls lífs var þurrkað af jörðinni. Þriðja jarðsögutímabilið var miðlífsöldin og eitt af frægustu dauðu dýrum var kynnt í sögu. Ef þú giskaðir risaeðlur, þá það rétt. Miðlífsöldin var skipt í 3 flokka: Triassic, Jurassic og Cretaceous. Triassic fyrsta risaeðlutímabilið en líka stysta og aðeins endaði rúm 50 milljón ár. Það ekki jafn mikið að þekktum risaeðlum í þessu tímabili en nokkrar frá Triassic tímabilinu eru Herrerasaurus, Theropods og Mosasaurus. Annar risaeðlu tímabilið, Jurassic tímabilið, var 180 milljón ár. Það endaði það lengi, ég meina, vá, það langt, en, jæja, risaeðlurnar frá Jurassic tímabilinu voru miklu þekktar eins og grameðlur og snaraeðlur. Þriðja risaeðlutímabilið og síðasta endaðist í 80 milljón ár og í öðru sæti í keppninu lengsta risaeðlutímabilið og kallast Kritatímabilið. Síðasta jarðsögutímabilið nýlífsöld og sú sama og við erum að upplifa akkúrat núna og ennþá í gangi. Það stundin þegar mannverur verða til og dýralíf sem við sjáum í okkar daglegu lífi. Samkvæmt okkar útreikningum þá lenti loftsteinninn fyrir svona 65 milljón árum. Þá endaði miðlífsöldin sem þýðir að nýlífsöldin búin að vera í gangi í 65 milljón ár. Ég og Styrmi fórum lágaskóla og spurðum 26 manns hvort þau héldu ekki að hún var flötækni. 26 af 26 sögðu hún væri ekki flöt og 0 af 26 sögðu hún væri flöt.
crib in that belly coupe. Hit the studio just to take a dupe. Run up to the streets with that loop. Pull up to your run up with a stack with the Við munum hafa þetta í bloopers by the way. fucking bread, getting fucking bands. Pull up on your Risaeðlur frá Jurassic tímabilinu eru miklu þekktari eins og Tyrannosaurus, Tyrannosaurus Rex eða T-Rex og Velociraptor. Tyrannosaurus Rex eða T-Rex eða Velociraptor voru T-Rex og Velociraptor. T-Rex og Velociraptor. Núna ætlum við að fara í Jurassic-tímabilinu og þau eru 4 og þau heita Forkambilinu, Forkmírabúrababababa, Fornýrababababa, Nýðlababababa og Nýblablablababa. Þau heita Forktalablabla, Nýlískjöldum, Sköldamaragömbum og Möldamarabömbum. tax, fire, ocker after.